Já, nú eru hinnir miklu hátíðisdaga kristinna manna að líða, aðfangadagur og jóladagur, þar sem við fögnum fæðingu frelsaðarans, syni Guðs. Það gerðist maður. Jólapakkarnir eru farnir undan jólatrénu og fólk búið að borða yfir sig af góðum mat, þar sem fjölskyldur koma saman og njóta þess að hittast og spjalla. Þessi fallega upplifun á jólunum eiga því miður ekki allir menn. Það er stríð í heiminum. Það barist lönd og saklaust fólk er fórnarlamb þessara átaka. Það eru náttúruhamfarir, fátækt, glæpir og það er fíkniefnissjúkdómar og neysla sem grúfir yfir mörgum heimilum. Við fallegu jólaljósin í gluggum getur verið mikil sorg vegna ástvina-missis, en við söknum sérstaklega á þessum tíma. Marga minningar þá, einstaklinga, eru fjórsjóður sem aldrei fellur á. Svo eru margir einmana því þeir eiga ekki fjölskyldur eða vini sem þeir geta deilt jólaháttíðinni með. Eina fyrstu minningum mínum á jólum er frá því að ég hef verið svona 3 til 4 ára gömul. Heima hjá okkur var lítið jólatré sem pabbi hafði smíðað og á því var skraut og logandi kertaljós. Eftir að við vorum búin að taka upp pakkana gerðist það að það kviknaði í jólatrénu. Ég sá enn fyrir mér pappa hlaupandi með logandi tréð eftir ganginum heima og út dyrnar og henda logandi tréðinu í snjóin. Eftir þetta var keypt lítið gervijólatré og rafmagnsljós, seríu sem voru bjöllur með jólasveinamyndum. Mjög þótti mér þetta fallegar seríur. Ein minning sem ég þykir mjög vænt er síðan strákarnir mínir voru litlir, Gitt og Jóhann. Þeir hefðu fengið smá pening til að kaupa jólagjöf handa mér. Þeir fóru í Rifskjör að kaupa gjöfina, en Rifskjör var eina búðin í nágrenninu ef þá byggum við á Rifi. Bræðurnir voru mjög glaðir þegar þeir komu heim með gjöfina, fallega innpakkaða. Þeir földu gjöfina sinni í herbyggi sínu og Jóhann var svo glaður með það sem þeir höfðu keypt að hann kemur til mín og segir: "Við keyptum svo fallega gjöf handa þér, mamma, gullna." Svo hann snarþagnaði þegar hann fattaði að hann var að tala af sér og Kitti skammaði hann fyrir að kjafta frá. Þegar ég opnaði svo pakkan aðfangskvöldið, þá var það mjög falleg gilt næla, reyndar ekki úr gulli, með stórum brúnum steini. Ég á þessa nælu enn og mér finnst alltaf jafn vænt hana og reyndar stundum hugsaði að ramma hann inn. Já, reyndar líka minningar jól sem ekki var gleði og hlátur, heldur sorg og grátur. Þar sem Bakkus tók yfir jólin og ég þurfti að flýja heima með strákana mína. Mér langar ekki að rifja upp þær minningar, enda eru þær vandlega grafnar í Snæfellsjökul. En stærsta jólagjöfin er ekki undir trénu, gjöfin sem gefin öllum sem vilja taka við henni, gjöfin frá Guði. Yður í dag frelsari fæddur í borg Davíð sem drottinn vor Kristur Jesú og þetta skal vera yður til tákn. Þér munu finna ungbarn reifað og liggjand í jötu. En hann hafði sent engil til að tilkynna vitringum þennan mikla fögnuð. Þetta stendur í Lúkas 2:11-12. Varla voru augu þeirra farin að venjast í að horfa á dýrð eins og eins engils þegar sjá öll sléttan var uppljómuð við undursamlegri dýrð, fjöldi engla sem voru á Betlehems völlum. Og lofuðu allir Guð og sögðu: dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með þeim mönnum sem hann hefur velþóknum ná. Þeir hlýddu dauðlega eyru á söng himinsins og síðan flaug himnakórinn aftur til himins leið og þau luku síðusta erindinu. Ljósið dvínaði en í hjörtum fjárðana
stóð eftir hinn bjartasta mynd sem dauðlegur maður hefur nokkru sinni litið og dýrlegasta fyrirheit og fullvissa komu frelsara mannanna til heimsins sem fyllti hjörtu þeirra fögnuði og gleði samfara trú og kærleika til Guðs. Ó, að mannkynið í dag mætti greina þennan söng, yfirlýsingin sem þá var gerð og nótan sem þá var slegin mun enduróma til endalokana og enduróma alla jörðina. Þegar sól réttlætisins mun koma upp með lækningu undir vængjum sínum, mun söngur þessi enduróma í munni mikils fjölda sem rödd margra vatna, segjandi halleluja, því að Drottinn alvaldur ríkir. Þetta er Ellen G. White sem talar í daglegt líf. Já, árið 2024 er senn að ljúka. 1 ár enn í lífi okkar. Hvernig getum við litið tilbaka og horft á það? Höfum við tekið framförum í trúarlíf okkar? Höfum við vaxið á andlega sviðinu? Höfum við kraftsfest okkur sjálf með ástríðum þess og grimtum? Hefur áhugi okkar á lestri Guðs orðs aukist? Höfum við unnist teljandi sigur yfir eigin tilfinningum og einþykni? Hvernig er skýrsla lífs okkar fyrir ári sem nú er að hverfa í eilífðina og aldrei mun koma tilbaka? Þetta eru margar spurningar sem hver og einn svari fyrir sig. Ég get svarað fyrir mig og ég viðurkenni að ég hef ekki staðið mig nógu vel. Ég hef ekki verið nógu dugleg að biðja eða lesa í Biblíunu eða boða trúna. Já, ég hef syndgað á alls konar vegu. En ég þakka Guði fyrir allt sem hann hefur gert fyrir mig því að ég á margt að þakka fyrir. Og Ellen G. White segir, annað ár opnar nú sín björtu óskrifuðu síður fyrir þér. Skráningar engillinn stendur viðbúin að rita. Sú stefna sem athafnir þína taka mun ákveða hvað hann skrásetur. Þú getur gert líf þitt sem framundan er, gott eða illt. Og þetta mun ákveða fyrir þig hvort árið sem er að fara að byrja muni verða þeir gleðilegt nýtt ár. Það er á þínu valdi að láta það verða þannig, bæði handa þér og þeim sem er í kringu þig. Lát þolinmæði, langlindi, gæsku og kærleika vera hluta af þér. Þá mun allt það sem er hreint og sómasamlegt til aðspurnar þroskast í reynslu þinni. Engla Guðs bíða eftir að sýna þér veg lífsins. Ákveð nú upp af nýja ársins að kjósa veg réttlætisins, að verða einlægur og hreinhjartaður. Að lífi reynist ekki mistök hjá þér, gakk fram undir stjórn himneskra engla, ver hugrakkur, ver framtaksamur og lát ljósi skína og lát þessu orð eiga við þig. Ég skrifaður ungum menn vegna þess að þér eru styrkir og hafi sigrað en illa, segir Ellen G. White. Ef þú hefur gefið sjálfa þig Kristi, þú meðlimi fjölskyldu Guðs og allt í húsi föðurins er þitt. Allir fjársjóðu Guðs eru þér opnir. Þjónusta engla hans, gjöf anda hans, starf þjóna hans er allt handa þér. Heimurinn með öllu sem í honum er. Þetta er svo miklu leyti sem það getur gert þér gott. Jafnvel fjandskapur hins illa með reynast blessun í því að aga þig fyrir himinin. Ef þér eru Krist, er allir hlutir ykkar. Ég óska ykkur öllum gleðilegs nýs árs og friðar á nýju ári og lát Pál postula hafa loka orðin. En eitt gjöri ég gleymi því sem að baki er en seilist eftir því sem framundan er og keppi þannig að markinu til verðlaunan á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Krist Jesú. Amen. Og þá höldum við áfram